Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 25. apríl. Þetta annar dagur sumars, gleðilegt sumar, kæru áhorfendur. Það fer vel af stað hjá okkur flestum víðast hvar um landið. Hér eru tún farin að grænka og gróðurinn farin að taka við sér og ég farin að verða mjög spenntur að fylgjast með hvernig golfvellirnir koma undan vori og vetri og mér sagt að þetta líti bara mjög vel út allt saman. Og það margt annað sem lítur vel út eins og kemur fram í Morgunblaðinu hér í morgun. Þriðja umferðin í bestu deild karla í fótboltanum, hún var háð núna í gær. Afturelding var að landa sínu fyrsta sigri í sögunni við óskum Mosfellingum til hamingju með þennan árangur. Og það er líka ástæða til að óska Vestra Ísfirðingunum til hamingju með það. Þeir tróna efstir í deildinni núna. Og það verður að teljast til nokkurra tíðinda því að Vestra og Aftureldingu, rétt eins og IBVF sem vann sinn leik líka í gær, þeim var spáð falli í deildinni í ár. Fall farar heill eins og sagt en við spurjum að leikslokum. Fleiri fréttir úr Morgunblaðinu. Ég fór páskana á Suðurlandið, alla leið að Höfn í Hornafirði og ég ræddi við bændur þar sem að segja fari sínar ekki sléttar í samskiptu við Helsingjan, þá merku gæsategund sem að hefur frá miðjum 7. áratugnum verið að helga sér land á Íslandi. Nú kveður svo rangt að fjölgun þessa fugls á ákveðnum svæðum í Suðursveit og Öræfum að tún eru farin að gefa eftir og bitægin, útægin einnig. Þetta svakalegt mál og bændur halda þið fram meðal annars í samtali við mig í Morgunblaðinu í dag að afurðir hjá þeim séu orðnar 30% minni heldur en þær áður voru vegna ágangs Helsingjans. Við ætlum að fylgja þessu máli vera eftir næstu daga hér á vettvangi MBL og Morgunblaðsins, ræða við fuglafræðinga, Umhverfisstofnun og vonandi ráðherra málaflokksins, Hönnu Katrínu Friðriksson, mun hún gefa leyfi til þess að skjóta þennan fugli meira mæli heldur en verið hefur. Mér sagt að kjötið á honum sé ágætt, bringur, en ég hef aldrei smakkað helsingja sjálfur. En utan úr heimi bárust mikil tíðindi á mánudaginn frá Róm, nánar tiltekið úr Vatíkaninu. Frans fyrsti páfi lést þann morgun eftir nokkuð langa embættistíð, 88 ára gamall. Núna drífur kardinálana til Rómar, þeir eru 253 talsins síðast ég taldi og þeir eru að undirbúa útför páfans sem að fer fram á morgun. Þar verða fulltrúar Íslands, sendiherra utanríkisráðherra og forsetinn sjálfur Halla Tómasdóttir. Og í kjölfar þess munu kardinálarnir, reyndar ekki allir 253, heldur rétt 150 talsins, taka til við það að velja næsta páfa. Það gera þeir á lotu fundum í Sixtínsku kapellunni, einhverju fegurstu byggingu í heimi, og þar munu þeir velja úr sínum hópi næsta lykla Pétur. Páfinn í Róm nefnilega í raun og veru arftaki Péturs postula sem var fyrsti biskup Rómar. Þeir trúa því að hann sé með lykla völdin að himnaríki. 1400 milljónir manna eru hlutað kaþólsku kirkjunni og þeir bíða því ofvæni eftir að sjá hver muni leiða þessa merku aldagömlu stofnun næstu árin og kannski áratugina. En svo það heimavelli einnig. Stjórnvöld hafa auðvitað boðað það að strandveiðarnar verði stór auknar á yfirstandandi fiskveiðiári. Það á að gera með því að heimila þeim sem að taka þátt í strandveiðunum 48 daga alveg skerðingarlaust ólíkt því sem verið hefur. Stjórnvöld bjuggust reyndar við því að með sértækum aðgerðum sem þau hafa gripið til að þá myndi aðeins draga úr aðsókninni í strandveiðarnar og þar með þyrfti ekki að auka veiðiheimildirnar til muna. Nú hafa hins vegar umsóknir borist í gríð og erg og allt bendir til þess að það verði nærri 1000 bátar á sjó þetta sumarið. Það gæti leitt til þess, ef að kerfið verður stillt af með þeim hætti sem stjórnvöld hafa lofað, að 29.000 tonn af þorski komi í gegnum kerfið að landi í sumar. Það yrði þrefalt það magn sem kom í fyrra. Stjórnvöld hafa ekki enn getað svaraði hvernig það ætla að útfæra þetta, né heldur hvort það ætla einfaldlega að auka sóknina í þorskstofnin eða með einhverju móti að draga úr veiðiheimildum annara fyrirtækja, stærri útgerða til dæmis, eða taka byggðakvótanum. Það gæti augljóslega leitt til skaðabótaskyldu af hálfu stjórnvalda. Þetta mál eitthvað sem að Morgunblaðið mun auðvitað halda áfram að fylgjast með. Þetta eru miklir hagsmunir undir og mikilvægt að fari sér vel með þessa dýrmætu auðlind okkar. Það reyndar þannig að núverandi fjármálaráðherra Daði Már Kristófersson
sem prófessor í auðlindahagfræði einnig, hann hefur kveðið upp úr það með rannsóknum sínum að strandveiðikerfið leiði til sóunar á auðlindinni og þess vegna verður að viðurkennast eins og hefur komið fram hér áður að það skýtur nokkuð skökku við að stjórnvöld ætla að stórefla þann hluta kerfisins en ekki þann hluta sem að eykur arðsemi af þessari mikilvægu auðlind okkar. Hvað það? Við ætlum að ræða hér fréttir vikunnar eftir við þau Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, alþingismann Sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra og Jakob Frímann Magnússon, fyrrum alþingismann og tónlistarjöfur. Þau ætla að fara yfir fréttir vikunnar. Í lok þáttarins ætla ég svo að ræða við Loga Einarsson sem að fer fyrir menningu, nýsköpun og háskólamálum í nýrri ríkisstjórn. Það ætla að ræða gervigreind og sitthvað fleira. En áður en að þessu kemur, þá það þetta. Jæja, þá elsta hátíð kristinna manna ný af staðinn og allir mannlegu hamstrarnir bara komnir í back to basic skýrin. Beint á hamstrahjólið að hlaupa hring eftir hring eftir hring eftir hring því að hjól kapítalismans, þau með náttúrulega aldrei hætta að snúast. Koma svo áfram með ykkur þarna páskabollurnar ykkar. En allavega, ég vona að þið gátu notið páskaháttíðarinnar jafn vel og pólitíkusarnir okkar sem að margir hverjir bara páskuðu yfir sig og notuðu fríði að fara upp fjöll og fyrnindi og gera alls konar páskalegt og skemmtilegt. Reyndar þetta fólk bara enn í páskafríi annað en við hamstrarnir. Næsti þingfundur sko ekki fyrir á mánudaginn. Við erum löngu mætt í vinnuna. Viðreisna fólki páskaði vel yfir sig og marka má páskaeggjafæslur þeirra og var páskastrákurinn Jón Gnarr þar í aðal hlutverki. Djöfull hefur hann samt elst mikið á stuttum tíma. Tekur ekkert eðlilega mikið á að vera honum þingmaður greinilega. Svo kemstuðu þetta allir á páskaeggjum, þessum næstu því 2 milljónum páskaeggja sem framleidd voru hér á landi og deildu málsóttunum úr þeim bæði á grammið og á feysið. Sanna Magdalena, hún fekk náttúrulega mest viðeigandi málsátt ever. Honum hlýtur að hafa verið komið fyrir sérstaklega í eggja hennar. Ég neita að trúa öðru. Allt á suðupunkti og sósíalistum, allir fátækir og allt í volli. Jesus! En Snúli Másson, hann fekk ekki jafn spot on málsátt og Sanna því hann hvorki ókurteis né neitt sérstaklega lítill maður. Ekki samanborið við Diljá Mist allavega. Spurning hvort sama niðurdrepandi gengisfelling málsáttarins eigi við hér. Ég veit ekki alveg hvað Snúli Más segir við því. Sigmundur Davíð græjaði sig gúrme páskasteik af dýrari gerðinni. Vonandi hann samt ekki sárþjáður af E. coli bakteríusýkingu at the moment. Það ekki einhver að fara að kenna þessum gæja á eldavél. Hann hann 50 sko. Halla Hrund eða Fjalla Halla fór upp á fjöll með fjöllunni páskana og örugglega með massa harspörur eftir alla hreyfinguna sem hún fekk. Bryndís Haralds, hún skellti sig til Eyja og þar gerðust undur og stórmerki því að það sást í sólu nokkra daga í röð og Sandeyjahöfn, hún var í toppstandi. Mjólk og brauð og allt til í búðunum. Algjörlega amazing. Jens Garðar, kynjakvota karl, fór á skíði með spúsu sinni og þrátt fyrir að hann sé orðinn stirður og eldgamall karl, þá gekk það klakklaust fyrir sig. Nú ok, hann ekkert svo gamall þrátt fyrir allt þetta gráa hár. Hann fæddur 1976? Ok, sorry, ég teki þetta tilbaka. Herði já, svo var annar frídagur í gær, ótengdur páskunum, sumardagurinn fyrsti, mega lúxus fyrir okkur hamstrana á að fá svona auka frídag. Heiða Björg, borgarstjóri, hún naut sumardagsins fyrsta í blómlegri borg og sólskinninu sæla og Siggi Stormur, hann búinn að segja að þetta verður geggjað sumar. Inga Sæland þakkaði fyrir stuðninginn síðasta kraftaverkavetur eins og kallaða og við segjum bara takk sömu leiðis Inga mín. Mikið kraftaverka þessi nægskórarna hafi fundist. Nýr dagur, sumardagur. Dagur B, hann nýtti sumardaginn fyrsta í það að tana. Hann kann þetta kallinn, mjóta, ekki þjóta. Ég hef sagt það áður og segi það aftur, K-Frost gengur í öll störf og sinnt úr vorverkum í gömlu góðu Nokia stífilunum. Langflottust. Sumari kom leið og sumar sjálfan datt í hús frá Pavel okkar allra besta Bartosek og þetta svo fyrsta af mörgum frá sjálfu kóngnum þetta sumarið. Þetta sumar, það náttúrulega bara rétt að byrja. Framsóknarmadamann Ingibjörg Ísaksen flaug frá Akureyri til Kuala Lumpur. Já, það allt hægt. Hún tók allt heila ferðalagi saman og skellti eitt örvídeó til að sýna okkur hinum, sótsvörtum almúanum, hvað hún hefur það næs. Flugleggur eftir fluglegg, svaka stuð. Við samgleðumst þetta hér á Klakkanum enda alveg 10 gráður og bráðum að koma á bongó. Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði.
Nýr og alrafmagnaður Kia EV6. Forsala hafin. Askja. Í upphafi sumars þarf að fara yfir fréttir vikunar eins og á öðrum tímum árs og ég fengið til mín afar góða gesti hingað. Fyrrum kollega af þinginu, Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmann með meiru og Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur sem situr á þingi en ekki lengur utanríkisráðherra eins og var fram til 21. desember. Hún meira heima og auðveldar að ná henni hérna í viðtöl núna hins vegar. Ég get fullyrt það. Er það ekki rétt, Þórdís? Það er rétt. Já. Og þetta aðeins meira heima. Það er mjög flex með dagskrána. Það er svona öðruvísi. Það hafa meiri stjórn á henni. Mér langar þetta til að byrja þess á alþjóðamálunum. Bara tala eins þetta mál sem að kom upp þetta á mánudaginn þegar kemur í ljós að Frans fyrsti fellur frá í Vatíkaninu í Róm og núna þessi stóra og mikla atburðarás einhvern veginn í gangi. Hvernig horfir þetta við ykkur? Já, sko, ég held að það sé svona, þegar svona gerist, þá verður svona tími þar sem fólk sem kannski hefur ekki fylgst náið með honum, fer að svona lesa hann og hvað var það sem hann stóð fyrir, þú veist, hverjar voru hans áherslur og vonandi sem flestir svona aðeins svona setjast vel í sjálfa sig og hugsa, þú veist, af hverju skiptir máli að vera með almennilega páfa og hvað það sem að þeir gera, þú veist, fyrir bara samfélögin og heiminn. Og mér finnst sko hans svona áherslur og hans manngerð, þú veist, fyrir hvað hann stóð. Mér finnst þetta svona ótrúlega mikil mennska og falleg. Vænn maður virðist það verið. Já, og bara þessi svona hlýja sem að okkur skortir bara svo þessi misserinn. Þú veist, það væri gott ef fleiri væri eins og hann og hlustuðu á það sem hans boðskap. Án þess að nefna nokkur nöfn. Án þess að nefna nokkur nöfn. Mikil mennska og mikil mennska kannski sitt hvort eðlið. Já. Hann var örugglega ekki þjáður á neinu mikil mennsku brjálaði. Hann var svona... Sem nú kannski erfitt þegar þú verður páfinn í Róm. Já, en hann var einstaklega mannúðlegur og svona vel þenkjandi virðist manni, já. Já, ég meina, hann var líka nokkuð svona umbótasinnaður sem nú alveg áskorun í þessu hlutverki. Dálítið. Þú ert dálítið að svona ýta við hlutum og hann gerði það, fannst mér, á mjög svona fallegan hátt, þú veist, svona mennskan hátt og svona með því að oft svona í formi spurninga, þú veist, þegar var verið að tala til dæmis bara eins og málefni hinsegin fólks. Já. En hann segir, hver ég að dæma? Og það allavega, ég get sagt það fyrir mitt leyti, það talaði mjög til mín, því það nú svona bara mitt einfalda svar þessu bara, herðu, hvað mitt að dæma? Hann reyndi að bera klæðavopninu auðvitað á milli stríðandi fylkinga í þessum stærsta trúarsöfnuði í heimi. En þetta embætti, páfaembættið, þetta ekki svona íkonískasta embætti í heimi kannski ásamt bara embætti forseta Bandaríkjanna? Já, tvímælalaust, jú, og þetta ótrúlegu fjöldi sem að tekur þessa trú mjög alvarlega. Hún sé nú að mörgu leyti forn og svona æði formleg með að við nútíma sem við lifum í. Og ég held að fyrir sko hver sem verður kosinn næstur, þá muni reyna enn meira jafnvel á þá manneskju heldur en hann vegna þess að við bara erum einhvern veginn að lifa þannig tíma og ég held að hlutinni verði verri áður en verða aftur betri sko og vonandi verður þarna valinn þá páfi sem svona getur saminað og með eitthvað svona rödd sem að raunverulega er hlustað á. Ef það verður ykkur sem að raunverulega svona næri gegn, þá held ég að það væri svona ákveð tækifæri til svona einhverja heilunar einhvern veginn í því. Og svona það að þú getur verið mjög trúaður að þess að ofsatrúin verði þitt aðalsmerki en hún því meður dálítið undirrótin í vandamálinu þarna við botnið Miðjarðarhafs og svona þessi óboðslegi ágreiningur óáþreifanlega hluti þó að það sé þetta fyrst og fremst þessi landgræðgi sem að knúði þetta áfram og frá fyrsta degi nánast. Það er líka ótrúlegt að sjá hvernig rússneska rétttrúnaðarkirkjan hefur krossbrugðist sínu hlutverki með því að leiðtogar hennar hafa fylgt sér að baki morðhundinum í Kreml. Og ég meina í því tilfelli til dæmis, ég meina ég skilst að hann hafi nú þar svona jafnvel bara gengið mjög langt í prótokól Frans páfi í að ganga þar fram og þú veist bara taka afstöðu og biðja mennum að endurskoða
svona Sína afstöðu í þessu. sína afstöðu og það sem bara verið að gera þarna, sko. En Það er Bauð heyrst Já, já. við, þeir sem að rætt var við. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands verður viðstödd útförinni en utanríkisráðherra líka. Er það svona hefðin að utanríkisráðherrann fylgi forsetanum? Já, sko almennt þegar að forseti lýðveldisins ferðast þá er utanríkisráðherra með og einstaka sinnum til dæmis þegar eru einhverja sendinefndir eða svoleiðis ef að það er sérstök áhersla á nýsköpunarmál eða eitthvað slíkt að þá getur annar ráðherra farið sem er þá hluta af framkvæmdarvaldinu sem að fylgi því. Almennt fer utanríkisráðherra með í svona ferðir. Þetta er auðvitað svona meira kannski tákgræn heimsókn heldur en ýmsar aðrar. En ekki pólitísk í þeim skilningi. Nei. Þannig í þessu tilfelli sérlega við eiganda þekktasti kaþóliki landsins er utanríkisráðherra okkar. Já. Hún skuli fylgja páfanum til grafar. Og fylgi forsetanum. Pope Francis var auðvitað stór uppákoma þarna á mánudaginn. Halla Tómasdóttir útskýrt fyrir okkur og hún hafi verið að skrifa þessi kveðju orð á meðan hún var að brúna kartöflur einhvern veginn og inn á samfélagsmiðla. Hvert erum við komin? Af hverju er forseti Íslands að senda samúðarkveðjur á Twitter? Af hverju er þetta ekki gert með einhverju formlegu innsigli og á elegant hátt? Kannski bara því að það var allir í páskafrí á skrifstofu forsetans, eitthvað svoleiðis. Já, en þetta er samt áhugaverð spurning vegna þess að mér finnst þau vera svo lítið svona mitt á milli og ég veit ekki hvernig það er hjá forsetaembættinu, hvort að það er líka gert með einhverjum formlegum, skriflegum hætti en í rauninni er bara búið að færa svolítið þessa framkvæmd yfir á samfélagsmiðla, yfir á X og þegar að þú ert með hvort sem að það eru samúðarkveðjur eða hvað en annað einhvern veginn sem áður var á pappír, þá er búið að færa það þangað yfir og ég held að ég veit ekki hvort að þú minnst vera svona einhvern veginn mitt á milli, þú veist á að halda áfram að gera hvort tveggja og það sem að hitt er þá líka dálítið meira svona skráð, þú veist, bara einhver málaskrá og einhver svona sögulega, þú veist, hvað verður einhvern X aðgang og eitthvað. Á ekki forsetinn að skrifa tilkynningu eða yfirlýsingu eða kveðju, kvitta undir, Halla Tómas, skanna það inn og setja inn á X eins og maður sér reyndar átt gert, það er gjarnan sem að menn birta. Jú, yfirlýsingar og En sko, það verður að taka inn í myndina að það fylgja því bæði kostur og gallar að hafa verið búsettur erlendis árum og áratugum saman, eins og hún hefur verið, og ég enda líka. Maður hefur tilhneigingu til þess að sletta og leyfa sér að sletta. Og við skulum viðurkenna líka að enskan er að verða nánast jafngilt tungumál og íslenskan hér. Nei. Já, býttu nú við bara ef þú ætlar að komast og fá afgreiðslu á veitingastaði í verslun, þá verður að hafa enskun á tappinu. Rétt. Það er bara þannig. Og við munum lenda hér í minnihluta, þeir sem að tala íslensku eftir einhverja áratugi. Og við skulum bara búa okkur undir það, en ég tók ekki mjög nærri mér þetta, sem að margir urðu afar móðgaðir yfir. Þú ert náttúrulega þekktur að þínu jafnaði geði, Jakob. Já, ég skal við. Gap á svo fólkinu. Enda J-A-F-N greifti mitt eigin nafn, eins og þú veist. Rétt. Nei, en hún líka ætlar náttúrulega að merkja þarna hans aðgang, þú veist. Já, takkan í raun. Já, og þú náttúrulega getur ekki íslenska það, sko. Best finnst mér þó að öllu að forsetinn sé bara á annan í páskum að brúna kartöflur. Það er ekki við í heiminum held ég sem að þjóðhöfðinginn stendur í slíku sjálf. Ég held að bóndinn væri aðallega að elda hana og svo matráðsmenn, en það er nánægt ef hún er að taka til. Þetta andlát bar greinilega ekki upp á góðan dag í búrekstrinum á Bessastöðum. Hann er heilsukokkur og brúna kartöflur eru náttúrulega Var hún að lauma sig þessu? Hún er þar að komast upp ýmislegt þarna á Bessastöðum. Ég var nú svo heppinn að hafa Höllu Tómasdóttur sem kennar minn í HR með Reykjavík og við Birna Rún, kona minn. Rétt eins og ég var með Vigdísi forseta sem kennar minn í MH og Ólaf Ragnar í Háskóla Íslands. Já, aldeilis. Þannig að ég er ákaflega ánægður með þessa 3 forseta og myndi ekki vera að eldast við einhverjar svona smávægilega afbrigði í því sem að formalitetið að kanselistílinn krefst. Afbrigði eða yfirsjónir, maður veit það ekki. En talandi brúnaða kartöflur, Jakob, þú komst í nokkuð óvænti fréttir vikunar út af skólamáltíðum. Þú segir farir þínar eða þinnar barna ekki slétta þegar kemur að næringarinnihaldi í skólakerfinu. Já, sko, ég nú bara að benda á eitthvað sem að ég hef upplifað frá því að þessi nýju siður var innleiddur og hefur bitnað á mínum tíma og mínum fjárhag, vegna þess að það hefur greinilega verið skorið við nögl, það sem að kannski stóð ekki til að gera og bara ég er að benda á þetta til þess að þeir sem eiga að fylgjast með þessu og fylgja þessu eftir í innviðaráðuneytinu brett upp ermar núna í vor en ekki næsta vor eins og gert er ráð fyrir og fínstilli kerfið
Og ég búinn að tala þetta bæði, ég sagði þetta í þinginu í einni setningu í lokræðu skólamál almennt og svo varu glöggir blaðamenn á Morgunblaðinu sem að vöktu máls að þessu, þú veist, eftir páska. Og ég var kallar í RÚV og ég var kallar Rauðaborðið og nú aftur hér. Þetta ekki stærsta mál samtímas eins og ég upplifi það, en ég vil að næringin sé í lagi fyrir börnin okkar. Þetta þetta stór mál. Þetta lítur að því að það samið það í síðustu kjarasamningum, sín ríkisstjórn, að gera skólamáltíði fríar, láta fólk hætta að borga, þetta var kannski 12 til 18 skall eftir skólum mánuði og að nú eru allar skólamáltíði fríar. Og þú segir, og ég reynda ekki talað að reynslu þar sjálfur, að gæðin á matnum hafi farið niður á við vegna þessar breytingar. Það staðfest? Það staðfest og sko við vitum að ef við vorum að borga 16.000 krónur í fyrra og svona og þá framlag jöfnunarsjóðs sem að fyrir með þetta núna á að jafngilda 75% af því sem að maturinn á að kosta. Og það eru þá 460 krónur, það í rauninni helmingur af því sem þá ætti að koma 25% vonaða frá skólanum sem kannski hefur ekki haft svigrúm til þess í þessu tilfelli en þannig að það stendur eftir að þetta hálfur í rauninni kostnaður með það sem það var sem hefur þarna verið lagður til sem þýðir að við fengum bara tilkynningu börnin frá skólanum, börnin borða ekki matinn og þið verða að koma bara með hádegismat í boxum fyrir þau líka og þá segi ég nei, ekki, það gengur ekki. Í sumum skólum það líka þannig að þú færð sko einu sinni á diskinn og ég meina börn eru borða mismikið, þau eru að, þú veist, mismunandi eftir bekkjum og eftir aldri að vaksa og taka vaxtakipp og fólk kannski, börn eru í engri íþrótt eða það í tveimur og það bara svangt, þannig að það líka auðvitað dæmi það að fólk að sko taka aukanesti, þú veist, í töskuna. Nei, ég meina, þetta var ótrúlega mikil umræða þetta á sínum tíma, mikið rætt inn í ríkisstjórn með mismunandi skoðanir og ég var svo sem bara mjög opinská með mína skoðun, mér fannst þetta ekki góð ráðstöfun á almannafé. Þetta mjög dýrt fyrir ríkið og sveitarfélög og við erum þessi ákvörðun tekin og svo það bara sveitarfélag að sko framkvæmana, þú veist, þau voru ekkit alveg, það var allavega ekki kannski alveg svo það hefði átt að vera, það samtala milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og annarra aðila. En var þetta ekki viðbúið að þetta myndi einmitt gerast þegar að hlutin verða ókeypis að þá fara menn að skera við nögl og foreldrar hafa þá líka ekki einhvern veginn sama aðgengi eða... Og við megum ekki leggja með aukalega, þá fellur allt niður framlagið. Það þess sem er skrítið í þessu. Og rökin fyrir þessu, ég meina það þú veist, auðvitað sko þessi hugsun á bak við þetta, það auðvitað lönd sem eru með svona fyrirkomulag, þar sem bara þetta hluta því sem bara til staðar í skólakerfinu og á að vera til þess að jafna stöðu fólks og allt það og ég ekkert að gera lítið úr þeim rökum. Það síðan bara önnur rök líka, gæði matarins, sóun á matvælum, það auðvitað fullt af börnum sem voru ekki í mat vegna þess að bara þau hafi ekki áhuga á því. Þetta mjög dýrt og þessi dæmi þar sem að þú ert með foreldra sem að ráða bara ekki við að borga fyrir þennan mat og þá auðvitað komið dæmi þar sem að börn þá kannski komið bara með ekkert í skólan. Sveitarfélögin voru, þú veist, þau leystu þau mál. Eins og gert á öðrum sviðum samfélagsins. Það sem ég ætla að segja, sko. Það ekki þannig að bara verkefni sé ekki leyst nema það komi frá ríkisvaldinu og það sé, þú veist. Þannig að ég meina ég var ekki á því að þetta væri rétt forgangsröðun. Þetta var auðvitað nota líka sem bara búbót fyrir fjölskyldur í kjaraviðræður af því að það voru kröfur meiri launahækkanir. En þetta auðvitað bara fyrir ákveðin hóp sem með börn á grunnskólaaldri, ekki... Og fjöldin allir á fólki eins og Jakob Frímann og við hér við þetta borð sem að getum auðveldlega borgað fyrir þessar máltíðir og þar með haft, og þetta snýst þetta fyrst og fremst um það hvort að maturinn sé boðlegur. Það ekki hægt að búa til almennilegan hádegismat fyrir 400 og við erum alltaf að ræða sko heilsu og andlega líðan og allt þetta auðvitað þarf að gera. Grunnurinn þarf að vera í lagi því að börnin fara í íþróttir eða tónlistarnám eftir skólan og ef þau hafa ekki orku, ef þau hafa ekki hádegisverð sem í lagi sem þau geta borðað, nú þá þarf maður að fara bara bruna með það á næstu bensinstöðu eða mat og þá ert að borga sko tvöfalt meira heldur en varst að borga í fyrra eða þrefalt jafnvel með skattframlaginu pluss tvöfalt framlagið sko þetta er 30-40 skrónur á mánuði ekstra. Það óviðunandi og ég segi við getum leyst þetta bara með því að taka alvarlega forsíðu frétt Morgunblaðsins í dag, Stefán Einar.
Vítu nú við. Hverja þeirra? Það eru allan Það eru grænlenskar gæsir hér að ráðast á túnbænda hér á Suðurlandsundirlendinu. Við tökum þær bara til handagags. Alvöru Steikjum hráefni? Búðar á hálsliðinu? með brúnuðum kartöflum og málið Frá leyst. Bessastöðum. Gæsasteik í hádeginu alla daga vikuna. Alla Tómas. Helsingjar eru að erta bændur og Já. gera þeim lífið leitt. Mér sagt að bringurnar af Helsingjanum séu herramannsmatur. Já. Svo spurning hvort að eggin séu ekki góð líka. Við sendum þau til Bandaríkjanna. Er þetta ekki bara, Þeir eru í vandræðum. er þetta ekki himnasending bara? Þetta Farfuglar sem allt í einu sannkölluð koma- himnasending. Já, Já. nákvæmlega. Við þakkum grænlendingu fyrir þessa sendingu þó að bændurnir segi farið sínar sannarlega ekki sléttar. En hvað er það svona annað í vikunni sem að ykkur finnst hafa heyrt helst til tíðinda? Hvað við fengum fallegt páskaveður. Já. Hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fagran fyrsta sumardag. Já, það var ekki Sólin kalt. skein og mér bara fannst það algjörlega dásamlegt sko. Þessi tími finnst mér, þú veist, það er auðvitað yndislegt þegar það byrjar að birta, sem er auðvitað svona íslenska vorið. Maður getur ekki gert mikið meiri kröfur en það og maður veit að það birtir. Það er ólíkt með veðrið, þú veist, þú veist alltaf að það gerist. En þessi tíma oft þegar að Evrópa er komin með notalegt svona mannsæmandi veður og við erum ennþá hérna í hríð, þá finnst mér það stundum svolítið erfitt tímabil. Þú veist, það er svo gott að vera þar sem er svona komið svona... Eins og við höfum nú stundum hist á einhverjum sólarstöðum við Þórdís svona í fríjónum. Og það er nú bara lúksus að geta skotist í til slíkra landa fyrir tiltölulega hagfellt verð eins og er í boði núna í samkeppninni á flugmarkaði. Það er mjög gott. En það er ekkert betra en íslenskt vor og íslenskt sumar. Nei, og svo kemur heim úr slík og átta sig á því að hvergi vill maður frekar búa og þó maður hafi nú sama burð við fæðingarlandið Danmörku og Bretlandið og Bandaríkin og Þýskalandið og allt sem maður hefur upplifað. Hvers vegna vill maður vera hér? Svörum við því eru fjölmörg og efni í 2 spursmálþætti á næstu viku. Til viðbótar. Já. Við Garðbæingar, við heldum upp á sumardagi fyrsta í Miðgarði innandyra með hoppukostulum og öðru slíku sem er ekki frásögufærandi, nokkuð skynsamlega ráðstöfun, nema hvað að húsið fylltist af kópavógsbúum. Ásdís Kristjánsdóttir er búin að skera svo mikið niður í þjónustunni Kópavogi að þeir voru ekki með neinn hátíðarhöld og þá gripu Kópavogsbúar bara á það ráð að nýta sér þjónustuna hjá okkur Garðbæingum. Garðbæingar eru mjög duglegir að mæta í Kópavogslöguna, skal ég segja þér. Kópavogslögin og Salauina, þannig að ég segi bara, þú veist, þetta eru bara nákvæmlega, þetta eru kaup. Og svo nú mikið vísa til Reykjavíkur, svona því sem að þarf að útvista af svona félagslegum úrlausnarefnum frá bæði Kópavogi og Garðabæ. En varandi pólitíkina, því náttúrulega eru pólitíkur sem bæði tvö, strandveiðarnar, við erum að sjá núna, ég nefndi það hér í inngangi mínum að við sjáum bara stóraukna aðsókn í það stefnir bara í að það verði hver einasti þorskur í kringu landið dreginn á land í þessu kerfi. Hvernig ætla menn útfæra þetta? Hafa þeir eitthvað leið út úr þessu? Já, það er auðvitað bara mjög góð spurning hvernig á að útfæra þetta vegna þess að þessu var lofað, þessum fjölda daga án þess að það fylgdi nákvæmlega hvernig það er gert. Fyrir tilstillið þings gamla flokk? Já. Og það er auðvitað ekki hægt að lofa fleiri dögum og hærri skatt á skerðingarlausum mánaðarlaunum þá hefði fylgið verið ennþá meira. Nei, ég meina það er auðvitað ekki hægt að, þú allavega framkvæmir þetta ekki bara með því að fjölga fiskunum. Þú veist, þannig að annarkvort, ég meina, einhver stað sækjur þetta. Þetta getur orðið tæplega 30.000 tonn, sko, frá 10.000 tonnum í fyrra. Þetta er auðvitað alveg gjörbylting á kerfinu. Já, eins og ég meina það auðvitað lág fyrir að þessi þróun myndi eiga sér stað þegar að þú opnar á það bara þessa daga og sama hvað að auðvitað munu menn fara og sækja þetta og þá fjölgar í hópnum og ef þeir fá allir jafn marga daga þá þarf einhvern veginn að finna þær heimildir. Þannig að ég segi bara gangið vel. Hefur þú stutt þetta, Jakob? Ég var nú ekki mikill þáttakandi í þessari umræðu sko og því sem var lofað fyrir kosningar var lofað án minnar aðkomu. Bæði varðandi skatta- og skerðingarleysið og mánaðartekjurnar og þetta. En sátt sem tók við að mér á hagsmuna gæta í þessum efnum. Meindýraeyði frá Sauðárkróki sem tók við sæti mínu og hann berst fyrir því að þetta fá að vera svona. Strandveiði sjómaður í Sigurjón Þórðarsson. Já, það má örugglega segja eitt og annað um hlut hinna brothættu byggða í landinu og mikilvægi þess að draga björg í bú þaðan eftir að
eftir að kvótanum var dreift svona á færri staði og stærri. Þannig að þetta svona dálítið, kannski getum við sagt, organísk atvinnugrein að draga fisk úr sjónum. Hvernig þessu fínstilt síðan og útfærslan á þessu hefur við verið of eða van einhver staðar og allt í norðin of, hvort sem það eru veiðigjöld eða strandveiðar. Nú það mun það finna sitt jafnvægi þegar reynslu komin á breytt fyrirkomulag. Nú að koma svona loka hnikkurinn á þinginu fram á vorið. Hvernig líst þér á stöðuna og bara stöðu ríkisstjórnarinnar? Þau hafa verið að keyra á mörg stór mál, en þetta hefur verið dálítið brokkgengt þó að þau haldi öðru fram. Já, sko, það sem að þeim hefur tekist að koma málum út úr ríkisstjórn og út úr þingflokkum, þú veist, í samræmi við þingmálaskrá, auðvitað ekki öllum, en alveg ágætum fjölda. Það hefur tekið tíma að koma síðan inn í nefnd og það hefur verið bara umræður hvert og eitt mál, en það sem mér finnst sem ég finnst ekki nægilega góð bragur á sko, það eru þetta ákveðna bara vinnureglur sem að hafa verið í þróun yfir margra ára tímabil, það sem að var sko raunverulegur metnaður og vilji til þess að bæta undirbúning við lagasetningu og það var þörf á því. Ég skrifa nú mína meistarritgerð það. Við bara höfum vanda lagasetningu. Já, við bara höfum verið dálítið eftirbátar þegar að því kemur. Þannig að mér finnst sko þessi það er svona gassagangur einhvern veginn, þú veist, samráðstíminn og hvernig verið að keyra þetta í gegn, það sem það þarf bara að fylgja þessum vinnureglum. Það er ekki ykkur, þú veist, þetta er ekki ykkur svona bjúrókrata kerfisnálgun, þú veist, þetta er bara vegna þess að við verðum að vanda okkur. Þannig að ég held að sko það verði töluverður fjöldi mála sem að þau eru að koma inn sem að verður ekki afgreiddur í vor sko, vegna þess að málin eru bara ekki tilbúin. Veiðigjöldin? Já, það verður auðvitað mikil umræða þau áfram og bæði sko aðdraganda, undirbúning, samráð, framkvæmd, áhrif, afleiðingar og mismunandi byggðir, mismunandi landsvæði og allt það. En það eru mörg, ég meina fjármálaáætlun var auðvitað upp að koma í kringum það. Það eru þarna áherslur hvað varðar, þú veist, menntamálin og alls konar mál sem bara sko, eitt er að vilja vera mjög skilvirkur og afgreiða mál, en stjórnarandstaðan og þau þekkja það nú sjálf, sko, hafandi verið þar. Þú veist, það er raunverulega mikilvægt hlutverk í lýðræðis samfélagi að geta ekki bara, þú veist, verið með leiðindi, heldur að hafa tækifæri til þess að fara í gegnum mál. Þeir eru að koma gestir inn í nefndir, að það sé hægt að eiga samtal við þá gesti, það sé hægt að spyrja ákveðna hluti, það sé hægt að ræða málin í fyrstu umræðu í þingsal. Og þau fái svona þann tíma bara sem þau sko þurfa. Lýðræðislega síja í raun. Stóðgögn. Já, ég meina það er hugmyndin sko og það er umverulega mikilvægt. Stóðgögnum hefur verið nokkuð ábútt á vanda því virðist. Bæði varandi fjármálaáætlun og svona bakvinnsluna sem átti að vera hægt að lesa sig í gegnum og hefur verið hægt á netinu þó að sé ekki allt prentað út. Og eins varðandi áhrifin af breytingu í veiðigjaldafyrirkomulaginu. Þetta er erfitt til dæmis fyrir sveitastjórnir, það er nú komið fram að þeir eiga erfitt með að átta sig á afleiðingunum sko. Ráðherra málaflokksins og þingflokksformaður Samfylkingarinnar, þau fullyrða að það sé til ákveðin greining á áhrifunum af þessum breytingum. En þessi greining finnst hvergi, við fáum engin svör það og hún virðist hafa gufað upp. En það verður að biðja þessa greiningu á öllum þáttum málsins, hvort að allt sem varðar efnahagsmál og málefni sveitarfélaga og byggðanna. Við getum sagt kannski til varnar þessum gloppum að það eru þetta þingveturinn hefur verið mun styttri og það hefur verið reynt að komast eins hratt áfram að hægt var og það er ljóst að þetta hefur því meður bara fyrirkomulagið á þessu hefur liðið allt fyrir tímaskort. En þetta eru líka nýgræðingar. Ég meina Þorgerður Katrín er eini ráðherrann með reynslu af störfum inn í ráðuneyti. Þegar ég kom inn á þingi í síðustu viku fyrir páska þá sá ég náttúrulega að þetta er allt annað þing heldur en að ég kvaddi í haust í vetur og það kann eitthvað að spila inn í það sko, en samt embættismenn eiga að sjá til þess að það er ekki að tefja
mál að gögnin liggi ekki fyrir, sem eru grundvöllur lagasetningar og breytingum, Er fjármálaáætlun. ekki alltaf gott að koma í þetta hús þó að meiri hluti sé annað? Jú, dásanlegt að koma í húsið og gaman að gera það bara svona í mátulegu hófi. Já. Það verið ólega kjaftasögur Þórdís það að því að þú varst að hætta sér varaformaður Sjálfstæðisflokksins að þú ætlaði bara að fara að hætta á þingi og fara að gera eitthvað annað og þú ert að sinna reynda mikilvægum verkefnum í Úkraínu varðandi stöðu barna þar. Er eitthvað hæft í þessu? Þú ætlar að halda þínum störfum áfram? Já, ég er ekki að skipuleggja neina brottför og er ekki að hvorki að sækja neinstaðar eða leita eftir neinu eða biðja nokkurn skapaðan hlut. Mér finnst, þetta er auðvitað allt ný hlutverk einhvern veginn, og það verður rauninni stærri ákvörðun að ákveða að bjóða sig ekki fram til formanns heldur en það hætti að vera ráðherra og verða almennu þingmaður vegna þess að það bara lá fyrir og voru ytra aðstæður og meðan að hitt er mín ákvörðun og svo er maður í þinginu en ég auðvitað töluvert í útlöndum, ég meina ég er að ferðast út af þessu verkefni hjá Evrópuráðinu gagnvart börnum, úkraínsku börnum og svo er ég í utanríkismálanefnd líka. Þannig að þetta er annað taktur og maður ræðir tímasvinn aðeins meira sjálfur og það eru alls konar líka bara tækifæri sem að ég hef get svolítið haldið áfram að byggja upp bara eftir minn tíma sem utanríkisráðherra og ég er bara eins og hingað til sko, þú veist, bara reyna að gera mitt besta til þess að gera gagn sko. Þannig að það sem ég er að gera erlendis þetta líka, þú veist, ég er að gera gagn fyrir málstæðin sem ég trú á, þú veist, ég er að gera gagn út frá þeim bara gildum sem að skipta mig mestu máli og eru í beinni tengingu við hagsmuni Íslands og að gera gagn fyrir lýðveldið sko, þú veist, það er bara, maður er einhvern veginn hérna til þjónustu reiðbúin og þetta er bara svona blanda af báðu og ég er ekki að fara neitt. Spáið því að Þórdís er ekki neinum vandað með að finna vinnu. Hún er eini ráðherra sem ég man eftir í Íslandssögunni sem hefur svarað erindum, lögðum inn að morgni strax að hádegi afloknu. Það er mjög óvenjulegt. Afkasta geta? Þetta þýðir að vera bara til staðar og klára vinnuna sína eins hratt og skilvirklega og það getur orðið. Þannig að hún verður eftirsóttur starfskraftur þegar hún stígur á þingi ef hún kýs að gera. Þegar henni dettur þau. Hún er hérna, við erum ekki að tala hana fjarverandi. Nei, það er allt í lagi að segja fallega hlutum fólk sem á það skilið. Og ég kýs að, ef ég get ekki sagt eitthvað fallegt fólk, þá reyni ég frekar að halda mig til hliðs, en ég er líka alveg óspar og hrósið það sem það á við. Það er gott að ljúka þessu góða spjall okkar á þessum nótum. Þórdís Kolbrún og Jakob Frímann, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og gleðið sumar. Gleðið sumar. Ég fæ að hnippa ykkur aftur hér þegar að líða tekur að hausti. En við erum hins vegar ekki búin vegna þess að hér eftir örskamma stund kemur Logi Einarsson. Hann er ráðherra yfir mörgum áhugaverðum málaflokkum, menntamálum, háskólamálum, nýsköpunarmálum, svo dæmi séu nefnd, gervigreindinni og við ætlum að fara hér yfir stöðuna. Fylgist þið vel með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Þá hefur við farið yfir fréttir vikunar á mikilli fréttavakt auðvitað, þar sem að andát páfans reis hvað hæst og við munum fylgja eftir áfram í miðlum okkar hér á mbl.is og í Morgunblaðinu. En hingað er komin til okkar Logi Einarsson, einn af ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Hann tók við nýsamsettur ráðuneyti þegar ný ríkisstjórn tók við völdum og mér er tjáð að þessu enn að púsla þessu dálítið saman og ég ætla að fara yfir þau mál og þau atriði sem að hæst rísa í þeim málaflokkum sem að hann ber ábyrgð á hér næstu mínúturnar. Blessaður Logi. Sæl. Og gleðileg sumar. Já, takk fyrir það. Það bara byrjar frábærlega. Er það ekki? Gott veður. Já, þetta er alltaf að koma og sólinn hvað hæst á lofti núna. Já. Það er dálítið óþægileg tilhugsun að átta sig á því að það er innan við 60 dagar í að daginn fara að stytta aftur. Já, það er einlegin að horfa á hlutina. Við reynum að njóta þess meðan það varir. Ég held að.
Herðu, þú ert menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Þitt ráðuneyti verður til úr sameiningu tveggja ráðuneyta og bæði höfðu þau nánast óskiljanlega titla sem var engin leið að muna. Getur útskýrt fyrir mér hvaða samkrull þetta er og hvernig þetta lendir svona hjá ykkur? Hver hugmyndin er á bak okkar. Það var nú kannski að færa inn í ráðuneytin hluti sem að eiga sannarlega vel heima og fara út með aðra sem að kannski áttu heima betur annar staðar. Kostirnir til dæmis við þetta fyrirkomulag eins og ég sé það núna er að við erum í rauninni með hugvitið, svolítið undir í þessu ráðuneyti. Það er fyrirbrigði sem að við þurfum að horfa að nota meira og verða grundvöllurinn undan okkar verðmætasköpun í framtíðinni. Við verðum þess vegna svolítið þjónandi ráðuneyti, við þurfum að eiga í samskiptum við mörg önnur ráðuneyti hluti sem að varða nýsköpun og tækni. Það sem er kannski sérstaklega ánægilegt við þetta er að núna er máltæknin og gervigreindin undir sama hatti. Og þetta eru tveir algjörlega óaðskiljanlegir hlutir. Áður hafði máltæknin verið í menningarráðuneytinu og svo gervigreindin í háskólaráðuneytinu. Var búið að vinna mjög góða vinnu á báðum stöðum í sjálfu sér en skapast ennþá meiri tækifæri með því að sitja þetta svona saman. En menningar- og viðskiptaráðuneyti sem er raun og veru það ráðuneyti sem er lagt niður og stór hluta fellt inn til ykkar. Hvernig splittast eiginlega verkefnasviðin og hvar enda þeir þættir sem að þú fékkst ekki í fangið? Já. Atvinnumálin fara til atvinnumálaráðherra. Stækka það ráðuneyti enn frekar? Og ferðamálin. Á meðan að fjarskiptin fara út úr háskólaráðuneytinu og yfir í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, innviðaráðuneytið held ég að hitti núna. Til Eyjólfs Ármannssonar. Og einhver hlut af því reyndar undir utanríkisráðuneytið sem er þessi öryggissveit. Sert. Heldur þetta, það kannski leikur hlutur en sæli, þú heldur að þetta sé betri ráðstöfun heldur en uppi var hjá fyrir ríkisstjórn? Já, ég verð að trúa því og ég held það reyndar og það eru aðri þættir líka sem að mér finnst óskaplega spennandi. Það er voðalega skrítið að skilja að skapandi greinar í tvö ráðuneyti. Þú ert annars vegar með menningun og listina og hins vegar ertu með nýsköpun og rannsóknirnar. Við getum nýtt þetta oft miklu betur saman og nýtt krafta beggja aðila. Rannsóknargeirinn getur líka alveg haft gott af því að fá inn á gafl hjá sér skapandi fólk þó það sé svona að upplagi úr menningargeiranum. Þannig að ég held að það sé fullt að tækifæri þar. Er ekki eitt stærsta fyrirtæki heimi Apple skýrt dæmi þetta þar sem að hönnun og tækni hafa búið til gríðarlega verðmæti? Bara frábært og nefnir það vegna þess að minn uppáhalds hönnuður að þér sjálfum undanskildum? Nei, hann er algjörlega uppáhalds. Hann starfaði fyrir Braun. Og innleiðir þessa nýju svona hönnun og hugsun. Þar sem að hönnuðurinn tók ekki bara að sér að smyrja ostinn ofan á brauðið þegar það var tilbúið, heldur fléttaðist hönnunin saman við tækið alveg frá upphafi og úr urðu náttúrulega þessi mögnuðu Braun-tæki sem að öll hafa átt á náttborðinu hjá sér í eldhúsinu og víðar. Og iPhone hefur einmitt bara leitað beint þangað og þau eru ekkert að fela það. Þið getið googlað sem sagt Braun og Apple og þá sjáu þið í rauninni bara skírskotunina yfir í Braun vörurnar. Fyrir vikið þá er iPhone náð alveg ótrúlegum árangri. Aldrei kannski verið fyrst með tæknina, sjaldnast kannski endilega með bestu tæknina, en alltaf með tæknina sem selst best vegna þess að það er bæði búið að flétta inn í þetta svona gott notendaviðmót og svo auðvitað bara líka fagurfræði sem skiptir auðvitað bara heilmiklu máli. Já, þetta þarf að líta vel út. Já. Þetta snýst bæði útlit og innihald. En Dieter Rams heitir þessi Braun hönnuður ef þú vilt googla hann. Já, þinn uppáhalds. Við förum nánar yfir það síðar. Þú nefndir gervigreindina og það er mikil umræða hana og við höfum reyndar séð stórveldin takast á og er að takast á þeim vettvangi núna dálítið eins og geimkapplaupið á áratugum áður.
Í nóvember kynnti forveriðinn annar tveggja Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir aðgerðaráætlun í gervigreindamálum. Það var í nóvember. Hver staðan á eða loka útgáfu þeirrar vinnu? Hefur þetta haldið bara ótrútt áfram eða eru þið að aðlaga þetta breyttri sýn nýs meirihluta? Nei, ekki breyttri sýn nýs meirihluta, heldur þeirra staðreyndar að tæknin, hún vex núna á veldisraða, þannig að hlutir sem voru inn í aðgerðaáætluninni sem voru út af fyrir sig alveg réttir og góðir á sínum tíma, það þarf aðeins að breyta þeim núna. Við höfum hins vegar haldið áfram með þessa aðgerðaáætlun, flest sem þar var inni var bara algjörlega prýðilegt og við stefnum að því að fara að vinna eftir henni núna bara í vor. Hverjar eru mikilvægust aðgerðirnar fyrir þjóðríki eins og Ísland og á grunni þessara vinnu? Ég myndi nefna einhvern tvennt. Annars vegar að skapa möguleika fyrir alla, bæði einstaklinga, fyrirtæki og hið opinbera til þess að nýta sér þessa tækni, vera vel inn í henni, fara strax að þjálfa upp fólk frá barns- og unglingsaldri, bæði kostið þeirra og varast hætturnar. Síðan hitt sem ekki síður mikilvægt og gæti nú kannski bara skapað okkur stórkostlega möguleika. Það að fyrst þurfum við að kortleggja reiknigetuna því að þetta þarf gríðarlega reiknigetu. En við erum svo vel í sveitsett að við eigum orku, við eigum möguleika að afla grænnar og góðrar orku og við höfum alltaf möguleika á því að laða hinga til okkar fyrirtæki og reiknigeta verður í svona nánustu framtíð bara stórkostlegur gjaldmiðill. Þegar við horfum á reiknigetuna sem að fer fram í gegnum þessi svokölluðu gagnaver, þá og maður horfir yfir sviðið síðustu árin og umræðuna gagnaver á Íslandi, þá hefur hún verið mjög neikvæð og ég leyfi mér að fullyrða að við höfum varpað fyrir róða tækifærum til uppbyggingar. Við höfum ekki laðað til okkar risafyrirtæki á borð við Google eða önnur af þeirri stærðargráðu. Höfum við ekki bara mist af lestinni einmitt af þeir sökum að stjórnmálamenn og aðrir hafa verið uppfullir af einhver ranghugmyndum Bitcoin gröft og aðra slíka þvælu? Ég held við höfum kannski ekki endilega mist af lestinni en við þurfum auðvitað að láta þetta okkur að kenningu verða. Ég held að orðsporið hafi verið miklu verra heldur en efni stóðu til. Ég held að sé nú hverfandi í dag einhver rafmyntargröftur í þessum gagnaverum. En þau geta hins vegar verið gríðarlega mikið fyrir okkur til að koma okkur upp þessari reiknigetu. Við vitum alveg að áhuga fyrirtækja á því að starfa hér og vera hér og við þurfum auðvitað bara að rækta það. Hvernig gerum við það? Já, við þurfum auðvitað náttúrulega fyrst og fremst að ná samstöðu það að afla meiri orku. Þannig að við þurfum á henni að halda. Og samráðherra þinn Jóhann Páll virðist vera mjög einbeittur í þeirri þá stefnu varðar. Já, og kannski góðu fréttirnar eru að ég held að sé miklu ríkari vilji inn á þingi fyrir því að fara þá leið. Ég meina auðvitað hefur við að slá varnagla, við höfum að passa okkur á því að skemma ekki eitthvað sem óafturkraft og við viljum ekki skemma, en við eigum samt sem áður næga möguleika til þess að feta þessa slóð og við eigum að gera það og verðum að gera það. Af því að það sem líka merkilegt við þessa tækni að svona fyrr í sögunni höfum við stundum staðið frammi fyrir því eigum að taka þátt í þessari tækni, eigum að leggja út í þennan atvinnuveg eða annað. Núna erum við með fyrirbrigði sem að unir ekkert sýslumörkum og það er ekkert val, þannig að jafnvel þó svo að það sé að draga líka upp mjög svarta mynd og dökka mynd og siðferðilegar spurningar þurfa að vera ofarlega að þá er ekkert val það að taka ekki þátt í þessu. Lönd sem að muni ekki taka þátt í þessu, þau bara dragast aftur og verði ekki samkeppnishæf. Nú hafa Samtök iðnaðarins bent á það að við séum í raun og veru að lenda dálítið utan garðs hvað þetta varðar gagnvart Bandaríkjunum sem þetta stóri samstarfsaðilinn. Er þið að tryggja það að við komumst innundir og verðum í raun ekki einhvern veginn annars flokks eða B-ríki þegar kemur að þessu? Já, við erum auðvitað skilgreint sem B-ríki núna, meðal annars vegna þess að Framsóknarmennirnir hljóta að vera ánægðir með það. Já. Að við höfum ekki staðið okkur alls kostar í öllu. Við til dæmis við höfum ekki innleitt reglur um eftirlit með uppkaupum á innviðum hér.
og það eitthvað sem Bandaríkjamenn eru bara mjög pössunarsamir sko. Við hyggjumst klára slíka lagasetningu fyrir árslok. Þetta var mál í rauninni sem að Katrín flutti fyrir 2 árum held ég og náðist ekki fram. Þannig að það skiptir máli. Já, við eigum alla möguleika. Við getum líka unnið í samstarfi innan Norðurlandana. Við erum auðvitað að skoða núna innleiðingu á þessari gervigreindar lagasetningu Evrópsamsins. Þar þurfum við að passa okkur að ganga ekki lengra heldur en við þurfum að gera. Evrópusambandið þarf líka að velta því fyrir sér hversu langt þau eiga að ganga vegna þess að ofháa girðingar geta mjög fljótt skert okkar samkeppnismöguleika. Við þurfum hins vegar líka að hafa það í huga að Evrópuríkin vilja auðvitað halda í þessi gömlu góði gildi lýðræði, jafnrétti og annað slíkt. Bræðralag, ekki síst. Þannig að þetta svona vandrathafi meðalvegur og ég spái nú reyndar að svona með tíð og tíma þá verði til nokkur módel í heiminum því að það eru líka til lönd sem að er mjög fjarlæg okkur í hugmyndafræði sem að vilja nú ekki enn síður gangast inn á hugmyndafræði stórveldana Eða hins frjálsa markaðar. Það var unnin rannsókn fyrir ekki löngu síðan í Pennsylvania ríki Bandaríkjunum sem sýndi það með því að fela eða gera opinberum starfsmönnum kleift að nýta sér ChatGPT í daglegum störfum sínum. Þá sparaði þetta 95 mínútur á dag í þeirra störfum. Hvað þið að gera til að tryggja að hinnir opinberu starfsmenn Íslenska ríkisins geti gert slíkt þið sama og þar með aukið framlegð sína? Já, við erum nefnilega nákvæmlega núna að kortleggja það hvaða skref við getum stigið til þess að innleiða þetta í einstakar stofnanir, einstakar ráðuneyti eða bara út í atvinnulífinu. Það er ekki að innleiða þetta bara allstaðar? Jú, en ég held að frá degi 1 getur ekki kasta netinu allt, þú þarft að þjálfa fólk líka, en það er alveg rétt sem að þarna kemur fram að það sparast alveg ótrúlega mikið vegna þess að það er talað um það að jafnvel svona 30% af öllum verkefnum í svona þjónustu og skrifstofu geira sé hægt að vinna með einhvers konar sjálfvirkni eða gervigreind og annað slíkt. Þannig að við getum auðvitað bara að skapa aðstæður þar sem að fólk getur sinnt vinnunni sinni hraðar, betur, skapa meiri framlegð og veitt betri þjónustu. Eru þið með í gangi greiningavinna á því hvaða áhrif þetta getur haft bæði inn í opinbera kerfinu og hreinlega bara vinnumarkaðnum í heild? Já, við erum að byrja á því og við erum komið með samtal við fyrirtæki sem að sérhæfi sig í þessu og ætlar svona aðstoða okkur að finna einhverjar einingar sem að henta bara strax vel í þetta. En þú veist, það er aftur tæknin, hún vext svo hratt að við þurfum að gera þetta líka hratt. Við getum ekki beðið eftir þessu og þess vegna skiptir líka máli að taka aðgerðaáætlunina sem Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrrverandi ráðherra kláraði og hrinda henni í framkvæmd. Ég las líka það að Eistar sem hafa nú verið framalega í tæknimálum og rafrænni stjórnsýslu, þeir eru komin í samstarfi OpenAI að innleiða það sem þið kalla ChatGPT EDU Education kerfi fyrir börn og unglinga. Þeir ætla að gera þetta núna í ár. Er menntakerfi hér á leiðinni þetta eða hvað ætlið ykkur í þeim efnum? Já, mér skilst að þau séu byrja að skoða þetta í menntamálaráðuneytinu en eins og ég nefndi áðan þá eigum við og verðum við og munum verða svona brúarsmiðir og hvetja önnur ráðuneyti til þess að nýta sér þetta. Og ég held að skipti ofboðslega miklu máli að við tilengum okkur fyrst og fremst í byrjun þessa hversdagsnotkun, everyday use, sem stundum kölluð, að því að þrátt fyrir að gervigreindin geti falið í sér margar gildur og hættur, þá held ég að sé ennþá hættilegur að nýta sér hann ekki og kunna ekki á hana. Þannig að ég held að það þurfi bara strax frá upphafi skólagöngu að tilengja sér þetta. Þá er það stóra spurningin, notað þú ChatGPT? Ég er að reyna að æfa mig í því. Mér vantaði til dæmis bara gamlan bíl með krók sem ég gat farið með hjólið mitt á sumrin og ég pikkaði inn
4 tegundir og gaf upp alveg akstur og útlit og allt og bara gervigrindina að velja svo fyrir mig bílinn á endanum og fór svo að keypta hann og nú skulum við sjá til hvort hún stendur undir merkjum. En jú, ég að reyna þetta. Notaður chatinn til undirbúnings þessu viðtali? Hvernig þú ættir að snúa mig? Nei, ég gerði það ekki. Það ég held ekki hægt, sko. Hún ekki komin á það stig. Ég held að þetta hafi verið mikil mistök. Já, ég ráði ekki við það ennþá. Við sjáum hvað setur. Heyrðu, eitt það mál sem að hefur, vakið talsverð athygli, tengist auðvitað fjölmiðlum, þessu sviði sem við erum á hér í dag, styrkirnir til fjölmiðlana. Þetta viðkvæmt mál, það skal tekið fram auðvitað hér í þessu samtali að það tengist Árvakri sem heldur úti þessu góða þætti. Það eru vangaveltur, það eru margar áleitnar spurningar varðandi nýtilkynntar breytingar sem þú veist innleiða að lækka ríkisstyrkina til 2 stærstu fjölmiðlaveitnanna á einkamarkaði. Af hverju ertu á þessari vegferð? Já, sko, nú skulum við bara, held ég, fara aðeins aftur í tíman og skoða söguna, sko. Ráðherra Lilja Alfreðsdóttir á þeim tíma tekur við skýrslu þar sem var boðið upp á nokkra leiði til þess að styrkja einkarekna fjölmiðla sem eru í miklu vanda. Og ég meina, við þurfum að horfast í augu við það að það ekki bara vegna umsvifa RÚV, það líka vegna bara áhrifa samfélagsmiðla utan á heimi. Það var valin svo leið að fara í beina styrki fyrir ríkisstjórn sem ákveðu það. Í upphafi var talað að fyrirtækin gætu fengið 18% af rekstrarkostnaði, viðurkenndu rekstrarkostnaði í endurgreiðslur, en aldrei hærri 50 milljónir. Þetta náði ekki fram að ganga og þetta var flutt aftur og náði ekki fram að ganga, síðan hækkar hún þetta í 25% og 25%. Það breyttist aðeins, það var þá bara 25% af heildarstyrkjunum, 20% af rekstrarkostnaðinum, 25% af heildarstyrkjunum. Hún gerir það bara með reglugerð. Engin fjölmiðlaveita getur fengið meira en 4/4 af heildarpottinum. Einmitt. Og hún gerir þetta bara með reglugerð. Þannig að það liggur alveg fyrir að strax frá upphafi þá voru menn að velta fyrir sér sko hvar þetta þak ætti að vera. Ég tek við þarna minni mig 21. desember og strax 8. janúar áttaði mig á því, mér sagt inn í ráðuneytinu að þessi styrkir sé að renna út og það verði að annarkvort að bara hætta með þá eða framlengja þá. Ég var ákveðin í því að gera allu að því að endurskoða styrkjakerfi fjölmiðla þar sem að ýmsaleiðir kom til greina, ekki bara svona beini styrkir, heldur mögulega líka skattaafslættir eða annað sem bara svona skilvirkari leið. Og gaf það bara strax út að ég myndi þá bara framlengja þessu óbreyttu. Það gerði ég vegna þess að mér var sagt að það þarf að sækja eða senda umsögn til ESA þegar slíkt lagt fram. Eftirlitsstofnunar EFTA. Já, og mér var sagt að það þýtti ekkert að vera krukka neitt í þessu, það myndi sko lengi allt ferli, það geti tekið sko 6, 7, 8 vikur. Síðan bara einhverjum 2-3 vikum síðar þegar við erum að skoða þetta, þá kemur í ljós að það hægt að gera minni háttar breytingar. Í millitíðinni hafði ég verið að lesa mig til það hvernig vegferð hinn Norðurlöndin hafi verið á. Og kallaði eftir annars vegar upplýsingum hvernig umræðan hafi verið inn í þinginu síðustu 6-7 árin og hins vegar hvaða áhrif það hefði að færa aðeins upp eða niður þessi þök. Vegna þess að þá var mér orðið ljóst að ég geti gert minni háttar breytingar. Á Norðurlöndunum hefur það verið þróunin að reyna að eyða þessum svokölluðum fjölmiðla eyðimörkum, fallegt orð, sem að þýðir í rauninni að styrkja staðbundna fjölmiðla sem víðast. Og þeir eru litlir og veikir á Íslandi, skipta gríðarlegu máli, vegna eins væntum okkur Eyfirðingum þykir þegar að þið til dæmis talið okkur, þá finnst okkur stundum gott að þessu fluttar fréttir af fólki sem úr byggðarlaginu. Og ég tók einfaldlega það ákvörðun að lækka þetta þrep
3% niður í 22%, þetta fyrra þrepið. En ég veit alveg hvað umræðan snýst núna og átta mig á því akkur út að spurja þetta vegna þess að í kjölfari þá spretta fram ummæli sem voru óviðurkvæmileg, sem voru óbáðleg og ég hef sett þetta alltaf uppi með það að fólk heldur að ég hafi verið að hlusta á þær raddir þegar ég ákvað að gera þessar breytingar. Svo ekki. Ég get ekkert annað heldur en bara beðið fólk að trúa því. En ég tel að þetta sé rétt leið. Ég tel að þessi framtíðar músík sem mig langar að semja, varðandi fjölmiðla umhverfið, næsta vetur vonandi, hún muni innibera eða innihalda stuðning til allra einkarekinna fjölmiðla, en ekki síst þessara fjölmiðla sem eru í svona dreifðari byggðum. Þú segir 8. janúar og þú ætlar að framlengja þetta 1 ár óbreytt. Ég held að það hafi verið 8. 8. janúar. Það er ammæli Káa og Express. Já, ég held að það sé rétt. 8. janúar þá minnisblaðið tilbúið en þið tilkynnið þetta 10. janúar. Það er 10. janúar, já. Og þið segið að þið munið taka þetta óbreytt upp vegna þess að þið séu endurskoða þetta til næstu ára. Já, og ég taldi að mér var ekki heimild að róta við. Það kemur ekki fram í tilkynninguna og hafa ekki talið það. Nei. Síðan það í lok janúar á sama tíma og þessi ummæli Sigurjóns Þórðarsonar falla sem að þú kallar eftir 2 dögum áður. 21. kalla ég fyrst eftir upplýsingum. Þá kallar eftir upplýsingu og minnisblaði. En það er í kjölfar ummælana sem að þú tekur ákvörðun að lækka þetta. Nei, ég held að það sé nú alveg örugglega rétt hjá mér að hann lætur þessu ummæli falla 1 eða 2 dögum eftir. Hins vegar, ég hafði ekki heyrt þessu ummæli. Ég held að þau hafi fallið útvarpssögu. En þau hins vegar voru svo dregin upp. Það var auðvitað fjallað þau í fleiri fjölmiðlum en það alveg yfirgengileg ummæli í alla staði. Ég sammála því. Og til marks það hvernig þetta kerfi getur snúist í höndunum á mönnum. Þannig að stjórnmálamenn fari að svínbeygja fjölmiðl og segja ef þið takið þú hart á okkur eða ef við teljum ykkur óbilgjörn í okkar garð, þá bara lækkum við á okkur styrkinn. Já, ég hef í rauninni ekkert svar við því hvernig ég get samfært þig að það var ekki í þessu tilfelli, en þannig var það. Þess vegna held ég, Stefán, að það sé langt gáfulegast að við finnum einhverja leið sem að gerir þetta kerfi svona bara sveigjanlegra og gagnsæra og til lengri tíma. Sveigjanlegra hvernig? Þannig að þið hafið meiri möguleika á að skrúa upp og niður? Nei, alls ekki. Þannig að það en er það trúverðugt þegar þú segir fyrst, við ætlum að halda þessu óbreyttu, að því við ætlum að endurskoða þetta til lengri tíma litið, svo fer allt í höng hjá flokki fólksins, fjölmiðlar fara að taka hart á þessu og þá ferð þú og skrúa niður styrkin á 2 stærstu miðlana. Ég er ekki að skrúa niður styrki á 2 stærstu miðlana. Ég er að skrúa niður styrki og þeir bitna reyndar vissulega á 2 stærstu fjölmiðlunum. Þeir bitna aðeins á þeim og það var vitað fyrirfram. Sem að fá auðvitað lungað úr þessum styrkjum sem við erum að veita. Ég held að fáið það bil helmingin af styrkjunum mynd eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og VG lögðu fram tillögur í tvígang sem að hefðu gert það verkum að hvoru þessar fjölmiðla hefði fengið 50 milljónir. En þessi umræða er ekki nýja nálinni. Framkvæmdastjóri þingflokksins þíns, fyrrverkefnisstjóri Kjarnans, hann hefur mikið skrifað þetta, gert mikið úr því. Þetta fólk sem er í ykkar nánasta hring, sem fjallar með þessum hætti, sérstaklega þennan miðil hér sem að ég starfa fyrir og hefur talað mjög opinskátt það hvernig eigi að taka á þessum andskotum sem ekki séu að flytja réttar eða sanngjarnar fréttir og svo lætur þú til skara skríða skömmu eftir að þú hefur tilkynnt að þú ætlaðir ekki að gera það. Þetta eru svona gildis hlaðin orð. Þú lýsir því hvað framkvæmdastjóri þingflokks segir og svo segir lætur þú til skara skríða. Ég meina, allt venjulegt fólk bara les það að það hafi verið afleiðing af þessum orðum hans í hefndarhug og ég er að segja þér að svo var ekki. En þú veist, Logi, jafnvel og ég, að það hafi verið uppi mikla draugasögur það, til dæmis að Fréttastofa Stöðvar 2 muni leggja upp laupana, menn eru skítræddir að þeir miðlar verði skrúað niður vegna þess að það er fyrirtæki á markaði sem sér ekki hagsinn í að reka þessa einingu áfram. Þetta er mjög mikilvægur miðl, Vísir, Stöð 2 sem að þú þekkir og hefur notið góðs af í þinni pólitík. Og á sama tíma og menn óttast að þessi miðl muni jafnvel leggja upp laupana
að þá tekur þú ákvörðun að veikja stöðu hans alveg sérstaklega. Sko ég held að það skipta líka... Ertu að reyna að ýta þeim yfir brúnina? Nei, ég ekki að gera það, Stefán. En ef það gerist? Í fyrsta lagi þetta náttúrulega ekki miklar upphæðir í stóra samhengi þessara tveggja fyrirtækja. Í öðru lagi verð ég líka að hugsa að það eru litlir staðbundnu miðlar sem að lepja nána stöðun og skel og reiða sig algjörlega á þetta. Og þeir fá þá aðeins meira. Ég vona svo sannarlega að Sýn og Stöð 2 og Vísir og sú samsteypa nái að vopnum sínum og að við getum komið fram með frumvarp í haust sem verður breið sátt sem getur tryggt stöðu þessara stóru og sterku fjölmiðla líka. En þangað til ertu að veikja þennan miðil og þú veist ekki hvað gerist í miðli, þú tekur þarna væntanlega áhættu. Ég hef nú, þú veist, þá verður þetta nú svipað og aftur eitið sem að hann borðaði þarna myndumadurinn sko. Þú veist, þetta ekki svo upphæð að hún munir ríða bakamunin held ég. En þú ert að senda skilaboð. Ég er að senda skilaboð það. Þú ert að segja að staðbundnu miðlarnir sem segja að taka viðtal við Gunnu á Drottningabraut og Akureyri skipti meira máli fyrir lýðræðið í landinu heldur en þessi stóru miðlar. Ég er að segja að þeir skipti jafn miklu máli og ég er að segja það að það skiptir skipta þeir jafn miklu máli. Þeir skipta jafn miklu máli og það skiptir líka... Getur gegna þeir almannavarnahlutverki? Fer einhver inn á akureyri.net þegar eldgos brýst út? Nei, en þeir skipta... Það fara 120.000 manns á einni mínútu hérinn. Þeir skipta máli... Þú segir jafn miklu? Já, fyrirgefðu, sko, þeir skipta... Þú veist, kannski á ekki að líka svona hlutum saman vegna þess að kannski hafa þeir einhverju leiti ólíku hlutverki að gegna. Þeir fá nú þegar... Þeir skipta máli vegna þess að það Þeir fá hlutfarslega miklu meira nú þegar og þú ætlar að auka á þann mismun enn frekar með þessari sértæku aðgerð. Það getur skipt bara höfumáli bara fyrir byggði landsins, fyrir sjálfsmynd landsbyggðana að það séu líka sagðar fréttir af þeim sem að þar búa og velja að búa. Við segjum fréttir, ég búin að keyra 20.000 kílómetra til að taka viðtöl við fólk á ystu nesjum og í innstu dölum, þannig að það nú mjög ósanngjarnt að halda þið fram. Ég ekki að halda þið fram að þið séu ekki að sinna landsbyggðinni en ég held að skipti líka máli að raddir fólksins sem þar býr heyrist. Ég held að það skipti alveg höfumáli, Stefán. Og finnst þér stóru miðlarnir ekki, Kristján Már Unnarsson eins og útspýtt hunskinn að fjalla göngin sem þið aldrei boruð landið þvert og endilangt? Akkur hafa aldrei verið boruð. Þau verða boruð á næsta árum, sko. Já, akkur hafa þau ekki verið boruð. Það ekki Kristjánum á Unnarsson að kenna, en þú ætlar að refsa honum. Ég er ekki að refsa neinu, Stefán. Þú mátt ekki líta á þetta þannig. Meira segja þeir sem hafa gengið harðast fram. Þú ert að veikja þessa tvo miðla. Þeir sem hafa gengið harðast fram, gagnvart mér, út af þessu, það jafnvel fólk sem hefur á móti þessum styrkjum. Já, væntanlega, sko, hvað ætlar stjórnarandstaðan að gera? Menn kunna að vera á móti kerfinu sem slíku, en svo þegar kerfinu er beitt til þess að hlaða sérstaklega undir suma, en aðra ekki, þá spurja með sig á hvaða vegferð eru stjórnmálamennir. Sérstaklega þegar að þingmenn inn í meirihlutanum segja, þessir menn hafa flutt fréttir sem að við erum ósátt við og við eigum að taka styrkin af þeim. Ég fordæmi þau ummæli sem hafa fallið. Ég hef ekki talað með... Hefurðu rætt við Sigurjón Þórðarson þetta? Já, ég gerði það. Hann hefur staðfest, hann hefur ítrekað þessa skoðun sín. Já, og þú veist, það enn verra. En sko, ég hlakka bara til að birtast bara með frumvarp næsta haust sem að við getum tekist á vonandi næst góð samstæðum. Ég ætla mér að vera í góðu sambandi við hagaðila, bæði blaðamannafélagið og þá sem að kjósa að standa utan þess og bara þá fjölmiðla sem að virkilega skipta máli. Ég meina, ég eins og bara venjulegur Íslendingur á 70 aldri. Ég auðvitað alinn upp með Morgunblaðið og þekki það og mér þykir vænt vænt. Og þetta að hlaðin mokka-appinu reyndar? Já, það bara vegna þess að ég tæknifallaður stundum þó ég geti nota gervigreindina. Og nota tjattin til aðstoðar við þetta. Við skulum vona þegar að nýja frumvarpi kemur fram að Fréttastofa og Stöðvar 2 verði enn við lýði. Það vona ég líka. Þá ræðum við fílinn í
stofunni, í pósturnisbúðinni sjálfri, Ríkisútvarpið. Þið auðsið milljörðum á milljörðum, það skiptir engu máli hvað gengur á, alltaf getur Ríkisútvarpið gengið í sjóði ríkisins, fær 6 milljarðum þessa mundir, 3 milljarða í auglýsingatekjur. Það tekst aldrei að koma neinum böndum á það. Nei. Það er búið að ræða það árum saman að taka þetta skrýmsli af auglýsingamarkaði og aldrei tekst það. Er þetta ekki bara skítrætt yfir RÚV þegar þeir byrja að beita sér þegar þeir farið að reyna að hnika við hlutunum? Ég hef sagt að mér finnst skipta máli að það sé gott almanna útvarp eins og Ríkisútvarpið. Það má alveg örugglega skoða leiðir til þess að það reki sig betur og með öðrum hætti. Það er alveg örugglega of fyrirferða frekt á auglýsingamarkaði og ég hyggst leita leiða til að taka á því. Það mun birtast í haust en ég ætla ekki að bera ábyrgð á síðustu ríkisstjórnum sem að hafa talað að taka það á auglýsingamarkaði aldrei gert það. Ætlar þú að gera það? Ég ætla ekki að taka það á auglýsingamarkaði, nei. En ég ætla hins vegar að minnka umfangið. Og bæta þeim það upp með ríkisstyrkjum að öðru tagi? Það verður bara komið í ljós hvernig það verður gert. Nei, ég held að það sé ýmislegt í rekstri Ríkisútvarpsins sem hægt að gera öðruvísi. Það getur vel verið að það sé hægt að leiða til þess að þeir geti sinnt hlutverki sínu án þess að yfirbygging sé svona stór. Eiga þeir að vera í hlaðvarpsútgerð í samkeppni við einkaaðila, eiga þeir að vera inn á TikTok, eiga þeir að vera inn á öllum samfélagsmiðlunum. Hvar endar þetta? Ég veit nú ekki hvort að kostnaðurinn að þau verið á TikTok sé svo brjálæðislega mikið. Þetta er eitt dæmi af því hvernig þessi umsvif hafa þanist út. Ég held að Ríkisútvarpið stundi og dæmin sína það, stunda einhverju leyti annars konar dagskrá gerða hluta heldur en kannski hinn frjálsi markaður og frjálsblaðamennska gerir og það er bara vegna þess að það er sama lögumál þar kannski og í listum að ég meina það eru til listgreinar, það er til ákveðin form innan þeirra líka sem að eðli hlutarins samkvæmt er aldrei rekstrabær en geta skipt máli fyrir stóra samhengi. Hér starfar menningardeild á Morgunblaðinu. Frábær menningardeild, ég sakna reyndar gamla menningarblað Kálfsins. En ég held eins og að það sé annað sem Ríkisútvarpið er að gera sem er kannski óþarfi. Og ég ætla bara að fara nánar í það þegar ég birti mína tillögur í haust. Já. Það er verið að vinna þeim. Annað sem að tengist ríkissjónvarpinu sem að ég hef fjallað hér á þessu vettvangi, það er því svokallaða birlunamál. Nú liggur fyrir tillaga eða beiðni til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þingsins að það verði sett á laggirnar rannsóknarnefnd til að athuga með hver og ef einhver aðkoma starfsmanna þessa opinbera hlutafélags var að því skelfilega máli. Er eitthvað því til fyrirstöðu að þingið efni til slíkra rannsóknar ekki vegna þess að það sé að verða að vasa sérstaklega í störfum blaðamanna heldur til að kanna einfallega hvar mörkin liggja á því með hvaða hætti ég eða kollegar mínir megum ganga fram gagnvart samborgurum okkur? Nei, ég meina það kemur bara í ljós hvort að og hvaða framgang það á innan stjórnskipunar og eftirlitsnefndar en ég meina það er bara á þeirri konum. En erst þú mótfallin því að slík athugun fari fram? Ég hef bara ekkert myndað mér inn á skoðun á því. Ég hins vegar skoða eða skoða hvort og hvernig og þú veist, ég gæti eða ætti að koma að þessu og fann það út að þetta er auðvitað opinbert hlutafélag. Það er skipuð stjórn af Alþingi, ekki ráðherra. Stjórnin skipar útvarpsstjóra og ég hef ekki neitt fjölmiðla umfjöllun eða efnistök að segja og hef ekkert boðvald þar yfir á ekki að gera það. Nei. En það snýst þetta ekki efnistök að þetta snýst það hvar mörkin liggja í því hvernig blaðamenn, opinberir, starfsmenn eða ekki geta gengið fram hvort þér eða öðrum borgurum landsins. Nei, við skulum bara leyfa þingnefndinni, stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, er ekki Vilhjálmur Árnason formaður þar sem hefur boðað þetta. Bara sjáum til hvernig það fer. Dýræði fram. Hann reyndar ekki með meiri hluta í þeirri nefnd. Ég hef kallað ítrekað eftir viðtali við Stefán Eiríksson útvarpsstjóra sem að stýrir þessari stofnun sem að heyrir undir þig. Hann neitar viðtali. Hvað á það að þýða að opinberir embættismenn svar ekki fyrir það stofnanir sem að þeir fá á 3 milljón fyrir að
að stýra í mánuðu hverjum? Ég veist að ég ætla bara ekki að svara því frekar en að mögulega eru einhverju aðrir sem að neita að koma í viðtal við þig, sko. Nei, ég meina, þetta er bara embættismaður ríkisins, á hann ekki að svara fyrirspurnum fjölmiðla varðandi sína stofnun? Almennt finnst mér það væri bara sómi af því að fólk kæmi og ræddi sín verkefni. Ekki þar fyrir að maður er til leiður á blaðamönnum að taka viðtal við aðra blaðamenn, sko. Það er dálítið mikið af því. Hann er ekki blaðamaður, hann er gamall lögreglustjóri. Já. Fjölmiðlamaður. Það varðar annað mál. Menntasjóður námsmanna, það hafa verið gerða breytingar á þessu. Þú hefur verið að tala um það að það þurfa að auka félagslegan jöfnuð með þessu kerfi og það hafi mistekist, ekki síst út af vaxtastiginu í landinu. Breytingarna sem að ráðast var í fyrir örfáum árum hafi í raun og veru ekki verið til bóta. Hvað ætlar að gera? Ætlar að breyta þessu kerfi þannig að þetta verði allt saman eitt stór styrkur fyrir alla og ömmu þeirra? Nei. Sko, þessar niðurstöður eru reyndar, sko, úr skýrslu sem að fyrrum ráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, lét gera. Það var áskilið þegar að lögin voru samþykkt 2019 minnum mig að 3 árum seinna að gera slíka skýrslu eða könnun. Og það kom í ljós, eins og stendur bara þar, það stendur í ljós kemur í ljós að notendum hafi fækkað mjög mikið, eða lántökundum, og ýmislegt sem benti til þess að þeir sem áttu veikara bakland hafi síður tekið lán og komist að þeirri niðurstöðu að sjóðurinn stæði ekki undir því að vera félagslegu jöfnunarsjóður eins og þó er áskilið í lögunum. Sko, ég held að það hafi alveg verið góð hugsun á bakvið lagasetninguna sínu tíma að fara þessa norrænu leið þar sem hún varst með svona blöndu af styrkjum og láni. Það gat falið í sig hvatningu til þess að koma sér í gegnum námið og kannski hraðar en ella. En ég held að menn hafi kannski aðeins misreiknað þann veruleika sem við höfum verið að lifa í vegna þess að lögin eru sett þarna bara það bil sem að stýrivextir eru í 1% og það var náttúrulega hver maður sagt sér það að það er ekki þannig út í óendanlega og núna þegar ég tek við þá eru bara lánin bæði orðin náttúrulega alveg svakalega dýr og orðin miklu óhagstæðara heldur en ef menn hefðu tekið bara þessi gömlu lán til 40 ára. Sumir voru að borga af 2 lánum og við bara sáum okkur knúin til þess að gera þessar litlu lagfæringar á kerfinu sem að geti svona lina þjáningar þeirra sem að harðast verða fyrir þessu aðeins. En það ekki alltaf verið að krukka í þessu kerfi? Er þetta ekki mjög bagalegt í raun? Jú, vissulega er það og vonbrigði, þú veist, að það sé verið að gera svona stórar breytingar 5-6 árum seinna. Við höfum hins vegar að tala um það að við teljum samt sem áður mjög mikilvægt að láta fara fram heildarendurskoðun þar sem allir aðilar koma að, þar sem við vegum bara og metum hver er besta leiðin fyrir okkur. Þess að við þurfum að hafa öflugan lánasjóð. Ég er ekki að gera lítið úr því að það er fullt af námsmönnum sem að vilja vinna með námi og aðrir sem að gera það vegna þess að þeir eru að fjárfesta í skuldaminni framtíð og allt það. Það er líka alveg fólk sem að vill helga sér námi og við eigum auðvitað að gera því líka kleift að taka námslán. Þannig að í útgangspunkti held ég að það hefur verið svona góður hugur á bakvið lagasetningunum 2019 en ég held að menn hafi kannski vanmetið svona í risjóta efnahagslega landslag á Íslandi. Sem hefur verið förunautur okkar allar aldir. Og lengi. Og verður sennilega áfram. Aðeins á breiðari strókunum, þú ert nú fyrrum formaður Samfylkingarinnar og hefur marga fjöruna sopið í pólitík, bæði norðan, heiða og sunnan. Samstarfið fyrstu mánuðina undir stjórn Kristrúnar Frostadóttur, þetta hefur nú hvað sem menn segja verið dálítið svakalegt, ekki síst út af stór uppákomum á vettvangi eins flokks umfram hina tvo. Ég hef nú alltaf haft gaman af lifandi og skemmtilegu fólki og það truflar mig nú ekki þó að það sé ekki allir nákvæmlega eins og ég eða jafnvel eins og ég vildi vera, ekki frekar. Þannig að mér hefur fundist þetta ganga vel. Við erum að minnstakosti við ríkisstjórnarborðið mjög einbeitt að vinna saman. Það er gott samtal á milli ráðherra og við leggjum okkur fram um það að greiða götur
frumvarpa fyrir hvert annað, svona þegar það er búið að ræða við þaula. Og við viljum láta verkin tala. Við vorum auðvitað náttúrulega, held ég, öll þjóðin orðin dálítið þreytt á þessu ástandi þar sem að 3 vissulega öflugir flokkar en svo ólíkir voru saman í ríkisstjórn að leikurinn gekk eiginlega meira eða minna á að reisa hindranir fyrir hvern annan. Sko. Og það gengur ekki. Þannig að ég deili nú ekki með þér að þetta hafi verið svo resjótt, fjörugt hefur það kannski verið á kopnum. Það er eitt ráðherra búinn að segja af sér og Ólafur Þ. Harðarson, trúnaðarmaður ykkar, hefur haldið því fram að þetta hafi ekki veikt ríkisstjórn. Það er auðvitað tómt þvæla. Auðvitað veikir það ríkisstjórn þegar að ráðherra í ríkisstjórn neyðist til að segja af sér út af hneyksli. Það kemur maður í mann stað og ég meina Guðmundur Ingi bara lofa góðu. Af hverju er Ólafur Þ. Harðarson trúnaðarmaður? Ég segi svona. Já, ég segi bara alls ekki, sko. Jú, nei, við vitum báðum ég held að hann hafi stutt, ég skinnið alltaf að hann hefði verið bara frekar hrifinn af síðustu ríkisstjórn. Já. Ásthildur Lóa segir af sér í þessu máli, var það rétt ákvörðun af hennar hálfu? Ég ætla bara ekki að svara því vegna þess að hún verður bara að ákveða það sjálf. Og hún gerði það. Já, ákvaða hún það sjálf? Já, já. Hún var undir þrýstingi frá flokksformönnunum það? Nei, ég hef ekki trúið því. Ertu viss? Já, annars verður ég ekki að segja það. Svo tekum við nýr menntamálaráðherra. Það verður þarna svakalega uppákoma á fundi 25 menntamálaráðherra víðsvegar áður heiminn þar sem kemur í ljós að menntamálaráðherrann íslenski er ótalandi á ensku. Það hefur maður gengið undir mannsvændu að segja að það skipti engu máli og þetta sé ekki til margs getu hans til að sinna embættinu. Myndið þú geta sinnt þínu ráðherra embætti ef þú værir algjörlega ótalandi á ensku? Já, ég geti það. Og það er nú ekki eins og ég tali inn á Oxford ensku. En þú þurft að lesa talsvert gagn á ensku? Já, en í þessu tilfelli hefði mögulega bara kannski verið réttast að flytja ræðin á íslensku og láta þýðana. Það er auðvitað bara mjög alvanalegt. Það er ekki langt síðan að ég var út í Varsjá þar sem að fólk valdi nú flest að tala bara á sínum þjóðþungum. Þú fluttir ræðu í Helsinki, veit ég, á íslensku og fórst það velur hendi, ef maður rétt. Helsinki? Var það ekki? Nei. Varst ekki á fundi þar fyrir skemmstu? Nei. Var það í Varsjá? Það var í Varsjá og ég flutti það nú ensku held ég. Þú fluttir einhverja ræðu á íslensku daginn erlendis, var það ekki? Nei, það held ég ekki. Það var með að misminna. En ef að þú... En gaman og fylgir svona með mínum... Þú getur ekki ímyndað hvernig vel ég fylgist með. En misminnið þó. En þú fullir að menn geti gengt ráðherraembætti á Íslandi í dag eins og heimsbyggðin býður okkur upp á án þess að menn séu talandi á ensku. Já, það held ég nú alveg örglega og nú veit ég ekkert hvort að Guðmundur hversu góða ensku hann talar. Þú ert full meðvitaður. Hann er settur náttúrulega í bara gríðarlega erfiða stöðu hérna, hann er nýtekinn við og fær þetta í fangið, þannig að ég bara styð Guðmund Inga og held að hann verði mjög góður menntamálráðherra, ekki síður barnamálráðherra. Það eru víðsjár í heimsmálunum út af tollarstríði, stríðsátökum víða, stórveldin takast á, viðskipta kjör Íslands versna, atvinnuvegirnir herpast, við finnum það á ferðaþjónustunni, við finnum það á sjávarútveginum, við finnum það á mörgum útflutningsgreinum. Hvað hefur ríkisstjórnin sem að þú situr í gert þess að liðka fyrir þessum atvinnuvegum á síðustu vikum í þessu ölduróti? Við erum stöðugt með fólk á okkar snærum sem er að eiga samtöl og liðka fyrir þessu. Og það gleymist stundum og þú ert komin inn á svona skemmtilega punkt vegna þess að umræðan verðmætasköpun. Hún er nefnilega til skemmtilega og miklu flóknari heldur en stundum er lagt upp að það séu einkafyrirtækin sem skapa verðmætin og séu ríki sem að nota peningin. Þú veist, Er því öfugt farið? Þetta er samspil tveggja þátta. Ekkert sjávarútvegsfyrirtæki myndi starfa nema að vera gott heilbrigðiskerfi, menntakerfi, nú maður að vera fullt af aðilum búin út í heimi að semja viðskiptakjör og annað slíkt. Þannig að þetta er bara samspil þessara beggja aðila. Þess vegna skiptir líka máli að enga aðilarnir sem eru vel aflögufærir, þeir láti eðlilegt afgjald af hendi rakna til þess að þetta byggja innviðina. Hvað hefur verið að gera sérstaklega til að bæta samkeppnisstöðu atvinnuvegana í þessu ölduróti?
í þessu ölduróti. Einu fréttirnar sem við höfum fengið eru hugmyndir matseðlar, jafnvel í fjármálaráðuneytinu, það hvernig megi skattleggja eins og ferðaþjónustuna sem er í miklum herpingi þessa dag. Sko, mér finnst dálítið ósanngjarnt hvernig þessu stilt upp með matseðlana. Það stendur matseðill á glærunni frá embættismönnum ráðuneytisins. Þessi matseðill og hugmyndir af því hvernig megi skattleggja. En sko það eru embættismenn sem eru sko væntanlega þá starfandi ennþá fyrir starfstjórnina sem var. Þetta var áður en að ríkisstjórnin var mynduð. Og það er ekkert óeðlilegt þó að embættismennir kasti bara dálítið breytt út hvaða leiðir eru til. Finnst þið geðslegt að tala matseðil í þeim efnum? Nei, ekkert endilega, en það eru svo ráðamenn sem taka við sem að ákveða hvað af þessu verður farið í, hvað verður ekki farið í. Við erum stöðugt að skoða hvaða aðstæður eru uppi. Finnst þið ekkert óeðlilegt þegar þú kallar eftir upplýsingum úr ráðuneytinu og ég gerir ráð fyrir því að næsta ríkisstjórnar munstur, hvort sem það verður eftir 8 ár, 12 ár eða 16, að þeir kalli eftir einhverju svipuðum upplýsingum. En þú er ekki svaraði hvaða aðgerða ríkisstjórnin hefur sérstaklega gripið til þess að bæta stöðu greinanna þar sem samkeppnishæfnin fer dvínandi og verðmætasköpunin minnkar. Ég er að segja það að frá degi til dags er verið að vinna að því að leita leiða til þess að passa upp á það til dæmis að þessir tollar hitti okkur ekki illa fyrir. Ég meina, samkeppnisstaða, hvort hún versnar eða batnar, nú er svo staða uppi að þau búið að fresta þessu öllu. Svo staða var uppi fyrir nokkrum vikum síðan að Norðmenn voru að fá sér 15% toll, við 10% toll. Við það skapaðist svona ákjósalegri staða fyrir okkur heldur en Norðmenn sem að er að keppa sömu vöru. Það er ekki fyrir aðgerðir íslensku ríkisstjórnar. Alls ekki, ég er ekki að segja það. Þú ert að þakka Donald Trump fyrir bætta samkeppnishæfni Íslands. Nei, ég hef minn almáttu. Það mátti lesa þá. Nei, ég er að segja það, þú veist, það eru margir þættir sem spila inn í þetta sko. Og við erum alveg vakandi og sofandi yfir velferð Íslands efnahagslífs ef það er það sem að heldur fyrir þau vöku. Við skulum vona að þið séu meira vakandi en sofandi yfir því. Já. Logi Einarsson, þakka kærlega fyrir komuna. Hleypið þér út í vorið og hver veit nema ég fá að hóa í þig aftur í hausti er að þessi stóru mál sem að við höfum dreift á hér koma betur í ljós út úr ráðuneytinu. Er ekki bara tilvalið að fastsetja síðasta vetradag fyrst að við byrjum á sumardeginum fyrsta? Fyrsta vetradag? Jú, gerum það. Við ákveðum það hér við. Við þökkum Loga Einarssoni kærlega fyrir hræsilegt spjall landsins gagn og nauðsynjar en auðvitað fyrst og fremst þá málaflokka sem að heyra undir hans ágæta ráðuneyti. Við verðum ekki með lengri dagskrá þessu sinni þennan föstudaginn en ég minni á bókaklúbbin okkar góða sem hefur fengið gríðarlega góða viðtökur. Við erum afskaplega þakklátt þeim hundruðum einstaklinga sem hafa skráð sig í klúbbinu þegar. Við erum að plæja okkur í gegnum þessa ágætu ævisögu G.S. Haarde og þann 7. maí næstkomandi ætla ég að setjast niður með honum á vinnustofu Kjarvals og fara yfir áhugaverða þætti úr bókinni meðal annars skyggnast að tjaldabaki frá bankarhruninu 2008. Það var mikið gjörningaveður dagana þá í september, október og nóvember. Ef þið eru ekki búin að skrá ykkur klúbbinn þá hvet ég ykkur til að gera það inn á heimasíðunni okkar mbl.is og svo getið þið farið í pennan og útvegað ykkur þetta ágæta verk Geirs á 3.990 krónur. Það eru kosta kjör. Gleðilegt sumar.